og sæl. Í þessu myndbandi þá ætlum við að kynnast kvikum og byrja vinnuna að fyrri tölvuleiknum okkar, einhverjum gameleik, shoot 'em up, skotleik. Og við kynnumst núna í fyrsta skipti einu svona risa atriði í tölvuleikjagerð, sérstaklega eða svona í tvívíðum tölvuleikjum allavega. Það eru kvikar eða sprites. En þetta eru í raun hlutir sem við notum til þess að búa til allar fígúrur og alla hluti í tölvuleikin sem að hægt að eiga við eða hafa áhrif á leikinn, má segja. Allt sem ekki eru bara einfaldar myndir í bakgrunni eða annað. Þannig að öll skot, allir vondikallar, allt sem hægt að rekast á og svo framvegis eru gjarnan svona kvikar eða sprites. Og þetta er mikið meir en bara mynd. Kannski einfalda útskýringin er að þetta eru fígúrunar eða myndirnar í tölvuleiknum, en þetta er mikið meir en bara það. Við skulum fara hérna í möppuna góðu, þar sem við erum með svona sniðmátsmöppu sem við bjuggum til fyrir myndbandi. Ég ætla að taka afrit af henni og ég ætla bara að skýra hana hérna Spacema, sem að ég kalli skotleiki minn Spacema, eða þið ráðu náttúrulega hvað þetta heitir. Þar inn eru tvær skrár. Það er settings skrá sem að lítur svona út. Spacema heitir titillinn. Ég ætla að hafa þessa fasta. Ég er ekkert viss að bætist mikið við, kannski seinna, sjáum til. Og svo er það main skráin sem við skulum opna og fara að fikta í. Hér vil ég geta gert eitthvað á borð við þetta, bara spaceship jafnt og ship eða player eða eitthvað fleis. Við eigum eftir að búa þennan klasa til og hér ætla ég að gera eitthvað í þessum dóri. Ég ætla að búa til nýtt gameskip og kannski hafa hnitinn 200,300, svipað og við gerðum þarna með froskana góðu. En þetta kemur úr einhverju forriteiningu sem við eigum eftir að búa til, og ég ætla að búa til forriteininguna sprites og ég ætla bara að ná í allt úr henni. Náum í allt úr sprites.py. Svona athugasemdir ætti ég að fara að hætta að skrifa, ekki satt. Ég held að þið séu öll farin að ná þessu með import hérna. Ok, hér vil ég síðan gera eitthvað á borð við spaceship nei, við skulum geyma þetta verður athyglisvert seinna. Byrjum á þessu. Búin til nýja skrá. Þetta er sprites.py, klasar fyrir alla kvika, Spacema. Ok, og við ætlum að búa til klasan, hvað kallaði þetta? Ship. Ok, en fyrst þurfum við að gera hérna import pygame, af því að ég ætla að láta þennan ship klasa erfa frá pygame.sprite. Það gerum við svona. Munið, við erum búin að áður láta hérna frog eða superfrog erfa frá frog klasanum okkar. Hér er ég að segja, herðu, klasin ship, hann á að erfa frá sprite klasanum sem er í sprite forriteiningunni í pygame safninu. Þá verður þetta sjálfkrafa það sem við köllum kviki.
og fær þá sjálfkrafa allskyns eiginleika og aðferðir sem að við erum fegin að þurfa ekki að útfæra eða að útfæra að fullu. Skýrist betur seinna. En við skulum byrja á hérna init fallinu og munið 2 svona undirstrik, init, 2 undirstriki viðbót og svo self og hérna kemur eitthvað x-nit og eitthvað y-nit. Byrjum á þessu og nú þarf ég að rifja upp sjálfur. Hvað var það sem ég ætlaði að gera? Jú, hér ætla ég að búa til í fyrsta lagi myndflöt, þannig að ég ætla að gera self image sama sem pygame og þessi breyta þarf að heita image eða það allavega mjög heppilegt ef hún gerir það. Já, við þurfum að gera hérna super punktur init svona self. Held að þetta þýðir, já, herðu, þessi svona ship erfir frá init hérna aðferð eða falli sprite klassans. Þannig að þetta í bili skulum hugsa, já, þetta þarf alltaf að koma þegar við búum til nýja kvika. Svo fiktum við hans í þessu setna. Hérna síðan self image. Já, þetta breyta sem verður að heita image af því að þetta það sem að verður teiknað á skjáin á eftir. Og þetta pygame.surface. Hér ég að segja, þetta surface, þetta klasi í Pygame safninu sem að hérna býr til nýjan myndflöt. Þannig að image verður myndflötur alveg eins og screen í aðal skráni okkar, main skráni, myndflötur. Það svona aðal myndflöturinn sem að eina sem við gerðum við hann var að teikna hann hvítan. Hér ég búið til annan myndflöt sem ég ætla að kalla surface og við skulum bara segja að hann sé 100 sinnum 100 pixlar. Svo get ég gert self image.fill og ef ekki bara fylla hann, láta hann vera bláan og ég þarf þá að gera from settings import stjarna af því ég skilgrindi bláan í settings skráni. Nú býðu nú hæg. Já, þannig að hér ég búin að búa til myndflöt. Síðan þarf ég aðra breytu self.image verður teiknað. Þannig að verður að heita self image. Hérna self rect. Þetta önnur breyta sem verður að vera til staðar. Verður að heita self rect. Það má líta svo að þetta sé rétthyrningur eða einhver svona rammi sem heldur á myndinni. Og við gerum það með þessum hætti. Við séum self rect sama sem self.image.getRect. Svona. Self rect rammi sem heldur á self image. Ok. Og svo get ég sagt self rect eða ég ætla að segja self.x sama sem x, self.y sama sem y. Svo ætla ég að segja self rect.center sama sem held að ég geti gert svona. Prófum þetta. Já, ég ætla að vista þessa skrá og hún á að heita sprites. Ok, vista þetta. Ég sjálfsagt að gleyma einhverju, laga það bara á eftir. Þannig að við erum að búa til kvika. Kvikin hefur eiginleika sem heitir self image. Það myndflötur sem 100 sinnum 100 pixlar. Ég ætla að lita myndflutin bláan. Ég ætla að búa til ramma
sem nákvæmlega jafn stór og myndflöturinn. Það það sem þessi skipun gerir, og myndflöturinn fer á þennan ramma, og hér ég að segja að miðja rammans á að hafa þetta x-nit og þetta y-nit, eða ég ætti kannski að segja self x, self y. Held að ég sé sáttur við þetta. Förum í aðalskrána. Hér ætla ég að gera eitthvað sem heitir all sprites. Sjáu, ég býð það til hérna fyrir ofan spaceship. Ég reynda skiptir það ekki máli hvort ég býð það til fyrir ofan eða neðan. Í bili mun skipta máli síðar, og þess vegna setja ég það fyrir ofan. Hérna get ég gert pygame.sprite.group, eða var það sprite group. Nú mann ég það ekki. Við skulum bara fara á Pygame, Pygame handbókina. Pygame, ekki til eitthvað sem heitir sprites hérna, sprite.group. Ok, hér stendur a container class to hold and manage multiple sprite objects. Þannig að hér ég að búa til eiginlega safn af mörgum kvikum, en þetta tómt safn í upphafi. Það má líta svo að þetta sé listi af mörgum kvikum, og það sem ég ætla að gera hérna að segja all sprites .add, ekki append. Þetta aðferð hérna sem tilheyrir group klassanum, og fyrst að þetta þá tilvik af group klassanum. Þið sjáu að þetta sé klassi, þetta stórt G, þannig að þetta bara hlutur, svona group hlutur, og inn í klassanum aðferð sem heitir add, sem að getur þá bætt sem við notum þess að bæta kvikum í safnið. Þannig að hér get ég skrifa spaceship. Þannig að ég að setja þennan kvika sem ég var að búa til hérna inn í þetta safn. Ok, og inn í þessum klassa, þar aðferð, og nú þekki ég það sem búin að kynna mér þetta, og nú þið að sjá þetta í fyrsta skipti, en þið þurfum bara að muna það. Já, inn í klassanum líka aðferð sem heitir update. Þannig ég ætla að gera hérna all. Já, ég þarf hann ekki einu sinni strax, kem að henni aftur setna. Hér hins vegar, eftir að ég búin að lita aðalmyndflötin hvítan, þá ætla ég að segja all sprites.draw, og ég þarf bara að segja hvar ætla ég að teikna all sprites á screen. Meni, screen aðalmyndflöturinn okkar. Þessi skipun teiknar þá alla kvika sem inn í þessu all sprites á myndflötin. Ég held að þetta dugi. Prófum þetta bara. Nei. Self add group. Eitthvað gerði ég vitlaus hana. Finna út úr þessu. Þarna búin að finna út úr þessu. Ég bara pásaði myndbandið aðeins. Ég gerði villu hérna hér í sprites klassanum. Sjáðu, hérna ég að skilgreina hérna smiðsfallið fyrir ship, og hér ég að segja, herðu, það á að smiðsfallið á að erfa smiðsfallið frá foreldraklassanum yfir klassanum, sprite. Hér á ekkert að koma neitt self. Það bara þegar við skilgreinum föll með def, það eingöngu þá sem kemur self inn í svega. Ég var bara einhverju sjálfstýringu þarna. Svona á þetta að vera. Og ef við prófum núna að keyra main skrána, sjáðu þið, þannig að við búum til svona kvika safn, eitt kviki, aðal kvikin, setjum aðal kvika í safnið. Við þurfum að setja aðal fíguruna í all sprites safnið. Hérna niður við síðan að segja all sprites.draw screen.
segja teiknum alla kvikana á aðal myndflötin og þá ætti það sem gerist þá sjálfkrafa bak við tjöldin að Pygame og Python leita að einhverju sem heitir image og teiknar það á skjáinn þar sem rekt staðsett og við sögum að rekt ætti að hafa þetta x-hnit og þetta y-hnit sem var þetta 200 og 300. Ef ég keyri þetta núna, sjá hvað gerist, þá birtist hvítur myndflötur og það er búið að teikna þennan bláa eða kvika með bláan myndflöt ofan á þennan hvíta myndflöt. Nú, það sem við getum gert síðan líka er að segja all sprites.update. Við erum að nota update aðferð all sprites og munið, all sprites var svona tilvika af þessum grúpklassa en ég ætla ekki að fikta í update falli hans. Það sem gerist í því að það fer í gegnum safnið og notar update fall á hvern einasta kvika sem í þessu safni og hér sjáum við vorum ekki búin að búa til neitt update fall fyrir þetta sprite. Nei, en update fallið er skilgreint hér í þessum klassa en það er bara ekkert í því. Nú ætlum við að búa til, við ætlum að yfirskrifa update fallið. Þannig að við skulum búa til update fall og við ætlum að nota þess að færa kvikan okkar og við skulum gera ég ætla að segja hér self.speed sama sem 5 eða eitthvað. Þetta er þá hraðinn á gameskipinu okkar. Í update þá ætla ég að gera eitthvað þessundur key state sem pygame.key.get pressed minni mig. Þetta næri lista af öllum tökkum sem verið að halda inni eða það er ekki alveg rétt hjá mér, þetta næri stöðu allra lykla á lyklaborðinu. Og staðan er annarkvort true eða false eftir hvort það sé verið að halda takkanum inni. Svo get ég gert svona if key state hotklofi pygame.k hvað ég að segja tvöfald vaff. Ég held ég geti gert svona, prófa þetta bara. Hérna er ég að fara í Pygame safnið og ná í fastan stóra K underscore litla vaff. Þetta er bara fasti sem að geymir geymir sætisnúmer tvöfalt vaff takkans í þessum lista og hér ætla ég að er þetta true. Ég minnir að það sé svona, prófa bara. Ef þetta reynir satt, ef það verið að halda honum inni, þá ætla ég að segja self y mínus sama sem self.speed. Þá ætla ég að breyta y hniti kvikans sem nemur þessu 5 en í mínus. Þar segja ég ætla að færa kvikan upp 5 pixla. Prófa þetta. Run. Opnast allt inn á hinum skjánum mínum svona. Ekkert gerist hjá mér. Eitthvað bóið við sennilega þetta. Aðeins að sennilega er þessi fasti sem er ekki réttur hjá mér. Að finna út úr því. Þetta er auðleyst.
hérna, þetta í lagi hjá mér. Hér ég að segja upsilon hitið á að breytast, en það munið þessi rekt hérna sem heldur á myndinni. Ég þarf að uppfæra þessa staðsetningu. Ég þarf að segja hérna self.rect.center verður hérna þetta. Meira segja getum við gert, við getum aðeins breytt þessu. Ég ætla aðeins að fikta í þessu, ég held að koma ekki að sök. Við skulum bara segja hérna self.rect.center upsilon. Ég held ég geti gert þetta. Ég held að sé breyta sem heitir center upsilon og prófum þetta. Þarna. Ok, við skulum bara gera eitt hér. Við skulum hérna henda þessum tveim breytum. Þetta sé kannski óþarfi. Hér kemur eitthvað x inn, hér kemur eitthvað y inn og miðjan hérna á þessum ramma á að vera í bara x, y. Ég held að þetta sé í lagi svona, kannski óþarfi að vera með hitt. Ef það verið að halda hérna tvöfald aftakkanum inni, þá ætla ég að breyta upsilon hitti miðjunar. Þetta fasti sem að tilheyrir þessum ramma. Þetta verður að vera nákvæmlega svona. Upsilon hittið, ég ætla að draga frá því sem nemur self speed. Þetta var svolítið mikill hraði, ég ætla að breyta þessu í 1. Og við skulum síðan gera fleira. If keystate pygame.ks og ég þarf ekki að gera jafnt og true. Þetta hefur sanngildi true, þannig að þetta er svona aðeins snirtilegra að bara skrifa þetta svona. Self-rect center upsilon plus sama sem self speed og við skulum afrita þetta bara og segja hérna KA. Þá vil ég fara til vinstri, þá er það x-nitið sem á að minnka og ef ég tótt D þá er það x-nitið sem á að aukast. Þannig að þá höfum við center x hérna og hérna. Þannig að update fallið athugar hvort það sé verið að halda taka inni og ef svo er þá er staðsetningin uppfærð í kvikanum eða í kvika af hérna sem búin til með klassanum shape. Hér þegar ég nota update fallið þá er bara verið að nota update fall shape. Þannig að ef að þessi lykkja keyrir hérna 60 sinnum á sekundu sem hún gerir ekki, já það vantar klukku hérna. Þetta eftir að bæta henni við í sniðmátið. Við skulum gera það snöggvast. Hér skulum við búið til klukku, clock, saman sem pygame.time.clock, svona, þetta er klukkan og hér gerum við tímastjórnununa, þannig tímastjórnun, þannig að þetta keyrir eins og öllum vélum, clock.tick fps, ætti að vera kunnulegt. Sjá hvernig þetta virkar. Update fallið athugar hvort það sé verið að halda taka inni, breytir staðsetningu kvikans, þannig að þetta á heima hér, uppfæra syndarheiminn, svo er það teiknað hér. Vá, vonandi var þetta skýrt. Aftur opnast þetta hinu glugganum allt hérna svona. Ef ég held takkanum inni, sjáu þið að þetta gengur svolítið hægt núna. Held honum inni niður, hægri, vinstri, get ég fært þetta til. Og nú getum við bara fiktað hérna í speedbreytunni, prófa að hafa þetta 5 eins og þetta var, prófa að keyra þetta aftur svona. Þá getum við ímyndað okkur að þetta verði eitthvað svona gameskip setna meir, svolítið stórt. Sem að hérna minnka það bara í 80 á breytina en 50 á hæðina. Sjá hvort þetta sé eitthvað fallegra. Ups. Og þannig svona eitthvað
eitthvað gameskip, kannski viljið þið búa til leik þar sem gameskipið flýgur hérna til hægri, kannski viljið búa til leik þar sem gameskipið flýgur upp, eða kannski bara leik þar sem gameskipið hérna hreyfist ekki út af skjánum eða eitthvað. Heyriði, en aðalatrið sem sagt, ég sýndi ykkur hvernig við gátum búið til kvika með því að erfa frá Sprite klassanum. Mjög mikilvægt að muna eftir þessu hér, þessu super hérna. Það þýðir, já, að ef það er ekki, þá gleymist ýmislegt annað sem er að gerast bak við tjöldin, sem er nauðsynlegt til þess að pækim hérna meðhöndlið þennan kvika með réttu móti. Við getum bara að prófa að hendum þessu super inn í tanna, keyrum þetta, sjá hvernig þetta lítur út. Já, fer allt í steik. Ok, þannig að munum eftir þessu super init. Það verður að hafa eitthvað sem heitir self-image, annars birtist hann ekki. Verður að hafa eitthvað sem heitir self-rect til þess að staðsetja myndflötin. Getum uppfært update fall ef við ætlum að til dæmis færa kvikan úr stað. Ég held að við látum þetta duga í þessu myndbandi. Stutt eða tiltölulega stutt miðað við það við vorum fjallum risaatrið þessa kvika, og við munum núna í næstu myndböndum búa til fleiri kvika eins og hérna einhverja loftsteina eða skot til þess að skjóta loftsteinana. En stoppum hérna.